Við ætlum að heyra næst í honum Ómari Diðriksinni frá Hellu. Rangárþing ytra á línunni, góðan daginn. Sæll vertu. Hvernig hefur það í dag? Ég hef það bara alveg þokkalega mjög gott. Sko. Ja, þokkalega mjög gott. Gott að heyra. Já, ég ætla að segja bara þokkalega, en reyndar hef ég það bara alveg bara excellent. Það er frábært. Hvernig leggst september í kappan? Ég er hérna vetramaður. Já, hann er að það er góður tími að koma núna. Góður tími, já, mér finnst það. Mér finnst svona, sko, þá byrjaði svona rútínan og eitthvað einn, fólk hefur meira tíma þess að gera hluti og svona, ég er svo mikið félagsguð, sko. Já, nákvæmlega. Það er aldrei hægt að gera neitt á sumrin að það er svo gott viður. Var einhver kaldan í þessu, eða? Nei, já, svona, þú veist, það er oft til að... Já, það er gott viður, þú veist, Já. Jú, það er mörgum sem finnst haustið mjög svona huggulegur tími. Já. Ég er náttúrulega fættur jólaleiti, sko, kannski hefur það eitthvað áhrif, sko. Já, þú ert jólabarn. Ég er jólabarn, desember. Nákvæmlega. En hvernig er annars stemningin í Rangárþinginu? Stemningin er bara mjög góð, sko. Það er mitt kannski hluta því að það er allt svona komið í rútínu og nema að vanta kóranir er ekki fannir að staði. Við vinnum konar stað með félagsmiðstöðuna Já, glæsilegt. Og þetta bara svona þessa skólinn. Það er heilmikið líf í kringum skólan og félagsmiðstöðuna Já, þetta er alltaf bara svona skemmtilegt, það gerist eitthvað. Og þú ert þarna forstöðumaður þar, eða ekki? Fyrir félagsmiðstöðuna, já, verð það í veitur og svo er ég með þarna svona tónlistarópa í skólan sem er skemmtilegt. Hljómsveit í eldri deildinni. Uppbyggjandi verkefni, mjög svo skemmtilegt. Til dæmis ég fekk eina stelpu í fyrir að þess að koma með okkur um áramót þegar við spila bassa, hún hefði nú ekki spilað bassa. Já. En ég veit að pappina spilaði bassa. Já, gengur það ekki bara í ættir? Og hún sko spilaði einhvern lærið á saxofón í tónlistaskólanum, það er skemmtileg saga. Svo hitti ég hana núna og henni var svo gaman að hún byrjaði núna í tónlistaskólanum á bassa. Já. Og pappin er náttúrulega alveg allsæll með þetta. Já, það ekki. Lóksins við gamli bassin í notkun, sko. Já. Þetta er skemmtilegt. Nei, skilur við, það sem ég er að segja er að þetta hefur áhrif. Já, sjálfsögðu, auðvitað gerir það. Og það er ofsalega góð tilfinning. Já. Það er að gera eitthvað sem er eitthvað virði, sko. Sammála því. Það er allt eitthvað virði, þú veist. Já. Tónlistin er mikils virði og gefur ótrúlega mikið. Já, hugsaum okkur bara, þó að sé óhugsandi, verandi með án tónlistar, sko. Já, það er ekki hægt að hugsa sér verald án tónlistar, nei. Hvað myndi vera í síman ef við ringjum í tryggingafélagið, þú veist? Já, nákvæmlega. Það er reyndar oft stundum eina skipti sem er svona leiðilegt að hlusta á tónlist, það er að bíða í síman með einhverju stórfyrirtæki. Já, og hlusta á sama lagið út í gegn. Já, einmitt. Þú ert þá með 39 röðinni. Já. Herra, ég sé hérna á heimasíðunni rufsulon.is, Rangárþing ytra að nú er verið að leita eftir tilnefningum keppindu fyrir hönd sveitafélagsins í útsvar. Er það komið eitthvað á hreint eða? Ég hef ekki heyrt, ég sá þetta bara á netinu sko í gær. Já, það er engin talað við þig? Nei, en rosalega var ég nú góður í þessu maður. Ég veit alltaf öll svörin áður heldur en að hinni svara. Ég líka. Já, ég mæli mig því að Ómar Diðriksson verið varan í þennan hóp. Þú voru að senda inn senda inn erindi til hérna sveitafélagsins sem að mæla með mér í þetta. Nákvæmlega, ég sendi formlegt bréf. Þetta eru skemmtilega þetta er útsvar og... Já, það er fólk fylgist með þessu. Ég held að þetta sé alveg klálega gott fyrir sveitafélag sem fari í þetta. Já. Alveg öðvöldlega. Algjörlega og þarna eru 5 sunnlensk sveitafélag að taka þátt og mörg af þeim í fyrsta skiptið. Já, það væri nú gaman fyrir okkur að keppa við ásaref. Já, segðu. Bara spurningar skólamálin eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Nei, nú er það fýblast, þetta má ekki segja svona. Já. Þetta ásarheppur að taka þátt í fyrsta skiptið og Ölfus til dæmis. Já, Hveragerði hefur nú verið með áður. Já. Hveragerði. Þannig að þetta er... Það þarf væntanlega að vera með svona svolítið blandað, sko, lið, blandað í aldri og... Já. Þar kemur þú sem aldurforseti. Það þetta verður ykkur eldri en ég. Já, nei, ég segi svona.
Ég myndi taka yngsta. Nei, Já, nokkanlega. Eru þið búin að vera með listi í héraði? Hvað er það þetta? Listi í héraði? Já. Það er eitthvað í Eystra. Það er í Rangárþingi Eystra. Nú. Já. Það er listi í héraði, er málaverkasýning þar sem 10 einstaklingar úr Rangárþingi, íslenskir og erlendir koma saman og halda sýningu í Galleri Ormi á Hvolsvelli, Já. Það er rétt hjá þér. En það er kannski einhver hérna frá okkur svo ég veit ekki sem er að sýna þar, sko. Og þetta er náttúrulega mjög flott og skemmtilegt. Við erum náttúrulega með félag hérna sem heitir Hugverki Heimabygg. Jú. Sem er svona kannski svolítið svipa á þetta, en það er meira, sko, öll list, sko, ekki bara málverk. Líka tónlist og bókmenntir og matagerðarlist og... Já. Við þurfum nú að koma að gömlu máli sem við höfum ansi oft farið í hérna þegar við höfum spjallað saman í vor og sumar. Ertu búin að skoða nýja hótelið? Ég ætla ekki að minnast á þetta. Strakta hótelið, þetta er glæsilegt hótel. Þetta er rosalega flott hótel maður. Ég fór nú reyndar ekki, ég er alltaf nú að keyra þarna framhjá og labba framhjá og skoða þetta. Ég hefði samt góða sögu af einu sem fór að skoða þetta og það, nei, það eru viskitunnur hérna bakvið maður, risa viskitunnur. Já, er það ekki heiti Potter? Það er sána. Já, nákvæmlega. Já, við varum það bara skemmtileg saga. Já, stórar viskitunnur fyrir utan. Já, bara kveiki og krala og leggjast á bakið. Hemmi Hreiðar sem gera góða hluti. Já, þetta er rosalega flott og fólk mælir hérna með matnum sem hefur farið þannig. Ég hef búin að heyra í mörgum sem hefur farið að borða það, sko. Já. Mælir eindir með matnum, góður og flottur og allt flott og fínt, sko. Þeir hafa nú bara byggt sér margir hérna hörðustu mótmælendur í upphafi, sko. Já, er það ekki? Af því að við erum nú búin að tala þetta síðan þetta byrjaði. Jú. Við erum búin að vera með í byggingunni. Við erum búin að vera með í byggingunni og við höfum alltaf verið jákvæði gagnvart. Algjörlega, aldrei neitt neikvætt. Alltaf bara jákvæð, sko. Og það er líka gaman að því núna þegar allir eru komnir á okkar mál, sko. Já. Auðvitað er þetta gott fyrir sveitafélög að fá svona. Já, sjálfsögðu og þetta bara eflir upp til dæmis ferðamannaströmmin og fleira. Ekki spurning, þetta er alveg svakari innspýting og bara hérna beint á móti er húsið sem ég hef með mínu starfsemi í. Já. Og það er nú bara hellingur af fólki sem að gistur á hótelum sem kemur og borðar á kanslaránum, skilur. Já. Við vitum það að þau vart í eitthvað tíma á hóteli og ég held að menn vonist eftir að fólk stoppi meir en eina nótt. Að þá langaði svolítið til að skipta mat, sko. Já. Jafnvel þó matur þessi góður á staðnum sem þú ert á, en þá langaði það að prófa meira, sko. Já. Og svona virkar það, svona keðjuverkandi, það er fólk sem er að fá vinnu og svona, sko. Þannig að við hefum að pagna þessu alveg reynd. Klárlega, og þú varst að tala um hérna viski í tunnurnar hérna, að þeir segja hérna sko í hótelgarðinum eru heitir pottar, gufuguð og búningsklefar sem standa öllum til boða. Já. Þannig að við gætum þetta að fara bara hérna í heitabottinu eða guðinu. Já. Ég get bara skellt mig til inn í hátteginu. Djúlega, það er nú flott. Förum bara saman. Gufu saman. Verðum alveg guður og glæðir. Já. En er eitthvað framundan hjá ykkur? Já, það er náttúrulega sko, eftir að menna í sveitafélaginu. Já. Það er náttúrulega réttinar eru þanninsfölgi. Já. Það er 2 vikur, það er 20. sko. Það er svona næsta, svona stóra. Já. Og ég held að þeir allir bara smala á réttu tíma þó að segja gos. Jú. Þannig að reyðarsrétti verða hérna sko á 20. september. 20. september. Já, 20. september. Það er alltaf skemmtileg stemning í réttum. Já, það er fólki finnst alltaf gaman. Sko. Er þetta ekki alltaf eins, Ómar, þessi réttar stemning? Hefur þetta eitthvað breyst? Ekki sinna að ég kom. Ég held að það sé bara alltaf einu sem við breyst í gegnum ártugina eru fólkinu fjölgað og flénu fækkað, sko. Já. En ég held að það sé nú alltaf svona svipu stemming. Sko. Já, sömu pelarnir í vösunum og... Já. Ég held að það sé alveg þannig, sko. Glæsilegt. Ómar Dýrinsson. Já, eitthvað að lokum? Nei, bara ást og friður og... Ást og friður, það er nákvæmlega. Ég segi bara góða helgi og hafa það gott. Takk fyrir sömuleiðis. Takk. Ok, takk.